Já, við erum komin á Bláfeldi í Staðarsveit. Eins og glöggir sjá ég kannski óvenju skítug og pínu blaut og köld eftir smá hrakningar, smá ævintýri hérna á leiðinni að komast hingað. En við erum loksins komin og við ætlum að taka hann Eirík tali. Hann var að smíða tunnukjamma, almennilega og þægilega festingu fyrir ruslatunnur. Mjög spennandi, kíkjum á kappann. Eiríkur, þú ert nú einn af þeim sem flytur heim eftir langt nám. Þú ert alinn hérna upp á næsta bæ. Lærðir véla- og orkutæknifræði, það ekki rétt að mér? Já. Hvernig að snúa svona heim með þessa menntun á bakinu? Getur þú nýtt þetta ennþá eða? Já, það bara rosa gott að geta komið heim. Við komum fluttum hingað aftur í sveitina fljótlega eftir að ljósleiðarinn kom. Þá opnaðist möguleikinn fyrir mig. Þannig að ég tók bara tölvuna og vinnuna með mér og get sinnt henni bara fullkomlega. Vinn sem sagt hjá Héðni vélsmiðju, á tæknideildinni þar, vinn sem tæknifræðingur. Og þegar allt eðlilegt þá fer ég suður svona einu sinni í viku að meðaltali og svona ekki endilega því að þurfi, bara meira til að sýna mig og sjá aðra. Þú ert ekki bara að sinna þinni vinnu hjá Héðni. Í hjáverkum þá dattir í hug að leysa verkefni sem örugglega fyrir í taugarnar á mjög mörgum og margir lendi í vandræðum með það að halda ruslatunnunum sínum kjurrum. Hvað er þetta? Heyrðu, þetta bara mín lausn á mínu vandamáli upphaflega. Ég lendi bara í sama vesinni og allir hinnir að ruslatunnan, hún vildi ekki tolla á sínum stað þegar það hvessti og það stundum hvessir á Íslandi. Og ég fór nú að kanna aðeins markaðinn, svona sá hvað var í boði af einhverjum ruslatunnufestingum, en fannst það ekki nógu spennandi, þannig að ákvaða að fara að hugsa eitthvað. Og endaði með þetta, sem sagt tunnukjamman sem ég kallaði, og byrjaði bara á að smíða 2 stykki, bara fyrir mig. Ég á 2 ruslatunnur, og svo náttúrulega eins og gengur að gerist, þá hendi maður í myndbandi á Snapchat og þá voru greinilega fleiri sem áttu við svipaðan vanda að stríða og lögðu bara inn pöntun strax, þó þetta hafi alls ekkert verið til sölu þannig lagað. Það var svona bara einhverjum vinum og kunningjum og ég var hvattur til að bara hefja framleiðslu og bjóða þetta til sölu sem ég síðan gerði og viðbrögðin hafa verið bara alveg ótrúleg. En ég lagði upp með að hafa þetta einfalt og þægilegt í umgengni fyrir alla sorphirðumenn og hverja sem koma að. Þannig að þegar tunnan er sett í kjamman, þá bara hægt að ýta henni að og hún smellur í, svo bara fer hún ekki nokkuð skapaðan hlut. Svo bara rétt svo að reka puttan hérna í og þá hægt að opna á kippinni frá. Já, þetta er voða létt í, maður finnur ekki fyrir, já, en alveg að samanskapa alveg næst niður. Hann er sennilega hérna í bakgrunn vindhraðamælirinn og hann fór í tæpa 60 metra í kviðum daginn og tunnuna fór ekki neitt. Þannig að hann má segja að það sé búið að álagsprófa þetta. Þú getur farið inn á tunnukjammar.is og þar getur bæði skoðað myndband eða myndbönd af þessu, síðan nokkra myndir og síðan málin á honum. Við erum með nokkra stærðir í boði sem eiga að henta svona flestum tunnum á Íslandi. Gæti semst verið að sveitapiltur í Staðarsveit sé búin að leysa ruslatunnufok og vandamál Íslendinga bara fyrir fullt og allt? Já, ég veit það ekki. Það svona vonandi svolítið nálægt í. Ef við förum aðeins yfir ferli, þú situr hérna og hannar þetta, teiknar þetta væntanlega upp í tölvunni og notar til þess góðan ljósleiðara sem hérna. Svo fer þetta í, hvað tekur við þegar þú ert búin að teikna þetta? Ég teiknaði þetta náttúrulega og byrjaði að láta framleiða fyrir mig bara 2 stykki. Og svo þegar ég ákvað að byrja að selja, þá fékk ég nú bara tilboð frá fyrirtækjum hérna á Íslandi. Og þannig að þetta hannað og framleitt að öllu leyti hérna á Íslandi og úr ryðfríu stáli, þannig að þetta á ekki að ryðga. Og þetta sem sagt skorið út, laserskorið og beygt í tölvustýrðri beygjuvél í fyrirtæki í bænum og síðan fæ ég þetta ósamsett og við
konan dundum okkur við það á kvöldin að skrúa saman og pakka inn og setja í póst. Senda til þeirra sem panta. Herðu, hér erum við komin að tunnunum og þetta eru nú þína fyrstu festingar. Sýndu mér nú aðeins hvernig þetta virkar. Herðu, þetta er bara eins einfalt og það getur verið. Það er bara hérna einn putti litlir og getur dregið tunnuna frá og svo bara ítir henni beint inn í og þetta smellur niður og þá er hún bara alveg pikkföst. Vá, burt sér frá neytandanum sem er fegin að tunnurnar fjúki ekki, að þá held ég að þú verðir vinsælastur á meðal þeirra sem eru að hirða, sorphirðu fólks. Já, það var líka hugsunin að hafa þetta sem einfaldast í umgengni. Þannig að það sé ekkert vesen, það er ekki einhver keðja í kring eða neitt þurfa að leggja tunnuna niður eða neitt, þetta er bara beint inn og út. Og svo þegar maður var búinn að fá þetta til að passa og svona allt gera, þá fór maður kannski aðeins að spá í líka svona einhverju hann í kring, eins og til dæmis það að þetta passar akkurat að lokið dettur ekki niður. Það er nær að haldast uppi. Þannig að fjarlægðin frá veggnum er passlu upp á það og svo sem ég reyndar ekki með á mínum festingum, en svo bætti ég hérna við götum ef einhver skildi vera hræddur að ruslinu sínu sé stolið, þá getur við sett hengilás eða bolta í og þá er bara tunnan föst alveg á sínu stað. Veit ekki hversu stórt vandamál það er. Eða þú ert að henda einhverju vandræðum? Maður veit aldrei, sko. Það er ekki rusl, það getur verið verðmæti framtíðarinnar. Já, það er gott að gera ráð fyrir þessu.